Góðan dag, góðir áhorfendur. Ég vil byrja á því að þakka góð viðbrögð við þættinum síðastliðinn sunnudag sem var fyrsti þáttur minn hér á INN og ég býð ykkur velkomin að skjánum á þessum sunnudagsmorgni. Í dag er ætlunin að halda áfram að tala alþjóðleg efnahagsmál, ástandið á evrusvæðinu, gjaldmiðilsmálin og fleira sem að tengist þessum umfangsmiklu umræðuefnum. Og gestirnir í þættinum ekki af lagaratæginu, því hingað koma hagfræðingarnir Þráinn Eggertsson, prófessor, og Ásmundur Stefánsson, fyrrverandi forseti ASÍ og ríkissáttasemjari. Þeir munu deila með okkur sínum sjónarmiðum, en báðir hafa þeir mikla reynslu af alþjóðlegum efnahags- og fjármálum, eins og koma mun fram hér á eftir. Það raunar óþarft að kynna þessa menn mjög mikið. Ásmundur var forseti ASÍ í 12 ár. Síðan var hann í Íslandsbanka og víðar í atvinnulífinu. Áður en hann varð ríkissáttasemjari, en því starfi gegndi hann í 5 ár. Haustið 2008 falaðist ég eftir því við Ásmund að hann kæmi til mín í forsætisráðuneytið og yrði mér innan handar við að leysa úr málum í kjölfar bankahrunsins og hann tók því mjög lúmannlega og samstarf okkar á þeim tíma var mjög náið og gott. Síðan var hann, eins og kunnugt formaður bankaráðs nýja Landsbankans og seinna einnig bankastjóri þess banka hríð. Og fáir þekkja betur til á íslenskum vinnumarkaði og atvinnulífi en einmitt hann. Þráinn Eggertsson aftur á móti hefur mestallan sinn feril verið háskólakennari. Hann var prófessor við Háskóla Íslands í 30 ár en hefur nýlega látið af störfum. Hann hefur sem sé kennt heilli kynslóð Íslendinga viðskipta og hagfræði, en einnig komum við í erlendum háskólum og rannsóknarstofnunum, mest í Bandaríkjunum, en einnig í Evrópu og Asíu. Og bækur Þráins hafa verið kenndar víða heim, bækur hans stofnanahagfræði og fleira sem að hann sérfróður Við tölum við þá hér á eftir. En í vikunni gerðust þau tíðindi að útkom loksins skýrsla Seðlabanka Íslands valkosti Íslendinga í gjaldmiðilsmálum. Og eftir þessu riti hafði verið beðið nokkuð lengi, en það hafði verið 2 ár í smíðum að því manni skilst. Þetta mikil og þykk skýrsla, heil bók mikilvægt málefni. En umræður hann eru nú eflaust bara rétt að byrja, þó að mig rennir nú í grun að þeir verði fáir sem lesa þessa skýrslu frá upphafi til enda, 600 og eitthvað blaðsíður. Og ríkisstjórnin þarf eflaust ekki að lesa mikið í þessari skýrslu vegna þess að hún var þegar búin að ákveða sig hvaða stefnu hún vildi taka varðandi gjaldmiðilsmálin, og stefnan var svo að taka hér upp evru sama hvað á dynur á evru svæðinu. Ég tel reyndar að það sé fullkomlega óraunhæft eins og sakir standa, en við munum ræða það nánar hér á eftir. En auðvitað það þannig, og það ber að hafa það í huga, að gjaldmiðillinn tæki. Hann ekki markmið í sjálfu sér. Og þegar að menn að ræða það hvaða gjaldmiðil sé best að hafa í tilteknu ríki og tilteknu svæði, þá gilda engin trúarbrögð í því efni. Þjóðarstolt skiptir ekki miklu máli og tilfinningaleg sjónarmið, þó að þau séu eflaust einhver, skipta heldur ekki máli. Það sem skiptir máli að sjálfsögðu kalt hagsmunamat á því hvað viðkomandi ríki eða svæði fyrir bestu. Þetta svipað og spurningin aðild Íslands að Evrópusambandinu. Hún snýst ekki það hvort menn á móti Evrópusambandinu. Í mínum huga snýst hún eingöngu það hvað best fyrir Ísland, hvað skiptir Íslendinga mestu máli. Og þannig það auðvitað líka með þessi gjaldmiðilsmál
að það er niðurstaðan úr slíku verður að byggja á hagsmuna mati þar sem að öll raunhæf atriði eru tekin með í reikningin. Það segir í þessari skýrslu að annaðhvort séum að ræða áframhaldandi brúk á íslensku krónunni hér á landi, eða þá að ef það er skipta gjaldmiðla þá sé evran það sem helst komið til greina. Ég veit nú ekki alveg hvort að þetta er allt saman svo nákvæmlega. Það er auðvitað svo að við Íslendingar verslum mikið með bandaríkjadollar, og þó að við flytjum vöru inn á ákveðið markaði ákveðið svæði, þá er ekki svæði sem skiptir máli heldur í hvaða gjaldmiðli er verslað. Og við eigum mikil viðskipti í bandaríkjadollar. Álið okkar, sem er nú orðin stærsta útflutningsafurðin hér á landi, er allt selt í dollurum. Og olían sem við flytjum inn er öll keypt í dollurum. Ýmsar sjávarafurðir sem fara í fjarlæga heimshluta eru seldar í dollurum. Flugvélaviðskipti, þar sem Íslendingar eru stórir, og ferðamennska að stórum hluta er líka verðlögð í dollurum. Þannig að auðvitað skiptir þessi gjaldmiðill líka miklu máli og verður að taka með til skoðunar ef menn á annan borði er að velta því fyrir sér að skipta gjaldmiðil. Ég held að allar slíkar vangaveltur séu fullkomlega óraunhæfar í bili. Það sem að verður að stefna að hins vegar að búa þannig hnútana að við getum búið í tiltölulega stöðugu umhverfi með íslensku krónuna að vopni. Það hefur á köflum gengið brösulega eins og allir vita, en það eru tímabil þar sem það hefur gengið bærilega, og það hlýtur að vera allra manna markmið í stjórnmálum og annar staðar á vettvangi þjóðmálanna að búa þannig hnútana að hér sé hægt að skapa þann stöðuleika sem nauðsynlegur er í þessu efni. En nú fáum við til okkar þessa tvo menn sem ég hef kynnt til sögunar, Þráinn og Ásmund, en áður en að þeir setjast hérna hjá mér að þá tökum við stutt auglýsingahlé. Það er ekki það sem þú segir, heldur það sem þú snertir. Það er ekki það sem þú lærir, heldur það sem þú snertir. Það er ekki það sem þú hugsar, heldur það sem þú snertir. Nýr iPad. Epli. Þú finnur kraftinn þegar ljósnetið er komið. Háhraðanet, netvarinn og sjónvarp Símans með möguleika á alltaf 5 háskerpumyndlyklum í einu. Ljósnetið. Kraftmeiri tenging fyrir íslensk heimili. Síminn. Bættu smá munnskén í lífið þitt. Icelandair. Vilt þú fá lyfin send heim? Því Reykjavíkur apótek Seljavegi 2 býður alla almenna lyfjafræðilega þjónustu. reykjavíkurapótek.is. Viltu byggja? Byggja miðsvæðis. Viltu byggja parhús, raðhús eða einbýli? Sjá Snæfellsjökul, Bláfjöllin og hafið. Viltu nýja grunn- og leikskóla, góðar og öruggar gönguleiðir, útivistarsvæði og íþróttaaðstöðu á heimsmælikvarða? Stundaru golf, hestamennsku eða fuglaskoðun? Horfir á sólarlagið? Viltu spara eldsneyti og hafa nánast allt við hendina? Á kópavogur.is finnur þú lóðina þína. Viðskiptavinir í Stofni fá 25% afslátt hjá Max 1 af gæðadekkjum frá Nokian. Sjóvá. Viking björgunargallar og björgunarbátar fyrir íslenskar aðstæður, sala og skoðun, Viking björgunarbúnaður, Íshellu 7 Hafnarfirði. Piparsteik á 2200 krónur, gamla vínhúsið Reykjavík og Hafnarfirði, bara 2200 kall. Batik, bólaprentun og auglýsingavörur, merkjum allan fatnað, Batik Bílsöða 126.
Já, hingað eru komnir Þráinn Eggertsson og Ásmundur Stefánsson. Verið þið velkomnir og við ætlum að spjalla hérna saman í dag vonandi heilmargt, innanlands og utan. En mér langar nú að rifja það upp svona til gamans, að því ég man vel eftir því, að þið voru með þætti í Ríkissjónvarpinu, var það ekki veturinn 78-9, sem voru kennsluþættir í hagfræði og vöktu mikla og verðskuldaða athygli og upp úr því var gefin út kennslubók sem mér kunnugt að var kennd við það í framhaldsskólum. En þið hafi ekki leitt hest ykkar saman í sjónvarpi síðan þá ef ég veit rétt. Þannig að það er sérstaklega ánægjulegt að fá ykkur hér í dag og mikið vatn auðvitað til sjávar unnið frá því á þessum tíma. En það sem mér langar til þess að byrja á að tala er fjármálakreppan út í heimi. Ég tók nú eftir því að okkar ágæti forsætisráðherra sagði í blaði í vikunni og jafnvel á Alþingi að alþjóðlega fjármálakreppan væri ekki íslensku ríkisstjórninni að kenna og það er nú kenning sem ég hef haldið fram í nokkur ár. En alþjóðlega fjármálakreppan gengur ennþá ljósum logum ef svo mætti segja. En ef ég mætti spyrja þig Þráinn, sko, hvernig greinir þú upphafið að þessum vanda sem að núna hefur magnast upp og sérstaklega núna í Evrópu og alls ekki úr sögunni? Fyrsta lagi þá hafa fjármálakreppur verið í alla söguna út í gegn, í allum hagkerfum sem við þekkjum til og allum tímum næstuði sem sögur fara af. Felipus Anna fór tvisvar á hausinn á Spáni á 16. öld og svo framvegis. En fjármálakreppan í Bandaríkjunum, fjármálakreppan í heiminum í dag, hún byrjar í Bandaríkjunum, byrjar fljótlega upp á 1970 þegar Bandaríkjamenn fara að leggja niður alls konar eftirlit með atvinnulífinu og byrja á flugi og járnbrautum og alls konar veitum og öðru slíku og það gengur mjög vel. En þeir áttu sig ekki á því að það verður að hafa eftirlit með fjármálakerfinu, það er ekki hægt að leggja það niður. Það er svo mikil svona úthrif af frá kerfinu að ef þeir fá að spila eins og vilja án eftirlits að þá gengur það ekki og getur lagt efnahagslífið í rúst. Svo heldur þetta áfram smátt og smátt, hver forsetinn á fætur öðrum leysir hnútanum, svo má segja. Samhliða þessu þá eiga sér stað tæknibyltingar í skipulagi fjármálalífsins og það verður til nýr fjármálageiri í Bandaríkjunum við hliðina á þeim hefðbundna sem álíka stór og hann algjörlega án eftirlits. Alls konar vafningar og annað slíkt sem enginn skilur almennilega hvað er. Þegar þetta allt saman að gerast að þá trúa þeir Bandaríkjamenn að hagsveifla sig úr sögunni og þessi að gera halda vöxtum í lágmarki. Það er auðvelt að gera þetta vegna þess að það er offramboð, ef svo má segja, mikið framboð af fjármagni í heiminum, til dæmis frá Kínverjum og öðrum í Asíu sem að safna varasjóðum. Svo verður til fjárfestingaból í Bandaríkjunum, það verður hérna húsnæðisból í Bandaríkjunum og þessi húsnæðisbóla hún breytist eða þeir fjármálageirinn nota tækifæri til þess að hérna búa til alls konar vafningi kringum hana sem dreifast allan heiminn og alls konar svona keðja, við getum kallað mistök eftir áhyggja í Bandaríkjunum verður til þess að fjármálakerfi heimsins er sett næstum því á hvolf. Þannig að ég læt þetta nægja sem engang og tala um Evrópu. Næstum því á hvolf, það er nú vist orðasönnu og þetta smitaðist mjög hratt út veröld víða. En það sem að menn voru nú að brenna sig á þarna fyrir vestan, það var verið að lána fólki húsnæðislán sem að allir gátu satt sig sjálfur að mynd aldrei geta staðið í skilum og þar með var komið út peningum og þeir sem að tóku við þeim pappirum voru í raun og verulega blekktir og jafnvel var þessu vafið upp mörgum sinnum og síðan á endanum var þetta allt saman, hrundið þetta allt saman. En Ásmundur, þín sjónarmið í sambandi við þetta, hvað segir þú um þetta? Ég get ekki rifist við ykkur þetta, ég held að þetta sé náttúrulega alveg augljóst mál. Það var nú leiðilegt. Já, og vissuleita það. En ég held að sé óhætt að segja, sko, þessi þensla sem að Þráinn að tala að spinns út frá Ameríku, hún nær til Evrópu og hún nær til Íslands. Við förum í gegnum kannski það ferli sem að lýsa á mikið styttri tíma heldur en
heldur en Bandaríkin gera, þannig að við fáum þessa losun og frelsun á markaðnum mjög hratt yfir okkur og íslenskir bankamenn eru mjög duglegir að koma sér á framfæri alþjóðlega og íslensk fyrirtæki eru mjög dugleg við að sækja út á erlenda markaði, þannig að okkar bóla verður að miklu leyti vegna ásóknar okkar í þáttöku á alþjóðlegu markaði. En það gerist líka heima fyrir og eins og ég að ég kom nú inn í Landsbankann eftir hrunið, þá sá maður svona svolítið hvernig þetta hafði verið að gerast bara í praxis, sko. Það er alveg ljóst að menn sem fyrirtæki sem höfðu einhvers staðar lántöku grundvöll, höfðu einhver veð og eitthvað slíkt, þau voru fyrir samfelldri ásókn fjármálafyrirtækja að það væri nú snjallt fyrir þá að taka lán út á þetta og kaupa einhver fyrirtæki eða fjárfesta í hlutabréfum eða öðru slíku og menn féllu mjög mikið fyrir þessu. Það var alltaf uppleið, það gat enginn gert neitt nema að græða og þannig spenntist boginn hærra og hærra og maður sá það líka í verðlagningun á fyrirtækjunum sem er kannski oft í einhverju svona margfeldi af fjárhagslegri innkomu eftir kostnað EBITDA viðmiðunum að það kannski byrjaði að miða við 6-7-faldan EBITDA í verðlagi og svo fikrast það upp í kannski 8-falt og síðan byrjaði menn að segja já það er kannski ekki rétt að miða við stöðuna eins og hann er núna vegna þess að þetta er alltaf uppleið. Þannig að það er eðlilega að miða við vænt EBITDA eða EBITDA sem sjáum fram á að við verðum með þetta í 3-5 ár og verðlagið verður hærra og hærra og auðveldar að fá lán fyrir því vegna þess að þetta er allt svo rosalega bjart og fallegt og þannig verður til bóla sem að ég held að voru til með sama hætti á Íslandi og alls þar annars staðar. Ég held að það sem ég er að sjá í Landsbankanum hefðu menn séð í hvaða bönkum erlendum sem að vera skal og menn sóttu mjög fast fram og spenntu bogan hærra og hærra og allir hvöttu til þessa boginn yrði spenntur og það er kannski það sem er einkennandi þegar svona bóla fer af stað að það verður svona allsherjar þáttaka í spennunni. Það vill enginn verða út undan. Allir vilja vera með, það er engin úttölmaður og ef það er einhver úttölmaður þá var hann bara niður. Þannig að bólu dýrkendurnir þeir verða í raun einir á markaðum. En mér langar aðeins að tala meira hér um Evrópu, stöðuna sem þar er núna. Sko þessi kreppa er náttúrulega enn á fleygiferð og tekur á sig mismunandi myndir í Evrópulöndunum og sum þessara landa sem fóru kannski óundibúin inn á evrusvæðið og höfðu ekki efnahagslega forsendur fyrir því er að fara mjög illa út úr þessu. Tala nú ekki um lönd sem að kannski var nú vitandi vitsbeitt blekkingum eins og í Greiklandi í bókhaldinu og að því að virðist ýmsu öðrum. En það er verið að berjast við það á vettvangi ríkisstjórnanna í Evrópu og á vettvangi Seðlabankans og ekki síst Evrópusambandsins, Seðlabanka Evrópu og Evrópusambandsins, að koma einhverju skikki á þessi mál. En það verður náttúrulega eins og við sjáum fram á, ekki auðvelt mál. Og við vorum að tala um það hérna fyrir þáttinn þráinn að það þyrfti þarna, að hugmyndin væri kannski svo að koma þarna á einhverju risastóru og valdamiklu fjármálaráðuneyti ásamt þeim stofnunum öðrum sem í gangi eru, sameiginlegu fjármálaeftirliti og svona. Hvaða trú hefur þú á því að eitthvað svona geti gerst og munu lýðræðisríkin litlu sem að þarna eru, fólkið þeim sætta sig við svona framsal? Já, ég trúi því að þetta mun taka ef þeim heppnast að gera þessa hluti, þessar 2-3 hlutir sem verður að tala um núna. Utanríkisráðherrar Evrópusambandsins hafa einmitt verið að fjalla mikið þetta og skrifa í blöð jafnvel og svo framvegis að þá það sem geta gert er að láta Seðlabankann ausa peningum í land sem standa illa. Það er hægt að gera það með tiltölulega litlum fyrirvara með því að ekki brjóta lögin heldur svona beygja þau pínlítið. Kaupa skuldabréf? Já, kaupa skuldabréf og svo framvegis og gera þá annarkvort beint eða eftir einhverjum krókaleiðum. Það að búa til fjármálaráðuneyti og hafa yfirumsjón með fjármálum, vera með virt fjármálaeftirlit sem hefur völd, að það mun taka langan tíma. Þannig að ég reikna með því og ég hef spáð því, ég til dæmis
Það maður að nafna Aliber sem kom til Íslands hérna á sínum tíma og mældi hérna kranan á leiðinni frá Keflavík í bæinn og sagði hér bóla í gangi sem mun springa fljótlega. Þessi maður kom í fyrra þetta leyti og hélt fyrirlestur í háskólanum og spáði því að Grikkland myndi vera farið úr Evrusambandinu, Evrusamvinnunni eftir mánuð. Þannig að hann hefur ekki alltaf á rétt að standa þá hann sé eitt besti spámaður sem getur. Ég spáði því eins og leita að Grikkland myndi sennilega ekki fara og ganga út úr evrunni. Þannig að en ég ætla aðeins að skjóta hér einu atriði inn sem tengist Íslandi pínlítið og tala kerfisbreytingar á Íslandi síðastliðin sem kannski 20-30 ára frá því stríði. Það voru 2 miklar kerfisbreytingar á Íslandi á þessum tíma. Og báðar eru utanaðkomandi. Það er ekki sprottnar beint innan úr stjórnmálakerfinu. Það í fyrsta lagi þegar við gáum verslun með vöru og þjónustu frjálsa við útlönd. 1960 cirka? Nei, þegar við gengum í EFTA. Já, tala það þegar það var endanlega gengið frá því og það var bara krafa. Við þurftum að gera þetta til þess að fá aðgang að mörkuðum í Evrópu sem var okkar mikilvægustu markaðir. Það sem gerist næst það þegar við þegar Evrópska efnahagssvæðið myndað og EFTA gerir samning við Evrópu, efnahagssamband Evrópu, að þá gerð krafa það að gefa fjármagnsflutninga frjálsa algjörlega. Það einn og við tökum upp efnahagskerfið meira og minna í Evrópu nema í landbúnaði og fiskveiðum í Evrópusambandinu. Það margir Íslendingar sem trúa því að það hafa einhverjir svona sértrúarmenn í stjórnmálum og efnahagsmálum komist til valda á Íslandi og búið til hér eitthvað einstakt kerfi sem hvergi þekkist í Evrópu. Þetta kerfi sem hrundi, sem má segja svo framvegis, það var evrópska efnahagskerfið, hvorki væri né minna. Og það var margir lent í mjög miklum vanda eins og við vitum öll í sambandi við það sem hefur að gerast núna undanfarið og alls þar hafa menn rokið upp til hand og fóta, bjarga löndum og bjarga bönkum en það var gerð árás á okkur sem að segja staðan fyrir að reyna að bjarga okkur án sem að ég tæki eina svona siðferðislega afstöðu til þessa máls að það eiginlega stóri munurinn á okkur og öðrum þjóðum. Við sýndum töluvert ábyrgðarleysi í okkar fjármálum en til dæmis ábyrgðarleysi Bandaríkjamanna alveg ótrúlega mikið í þessari sögu líka og það við sjáum ekki fyrir endan á því hvernig það muni endanlega fara hjá Bandaríkjanum. Þeir eru með ótrúlega mikinn halla og á öllu geta ekki náð samkomulagi að koma á jafnvægi og þeir geta lent í einhvers konar hruni og verðbólgu áður en langt að líður, vonandi ekki. En við erum svona í sömu súpunni og við erum með kerfið sem var sett upp í Evrópu. Það að segja, því maður veit hvernig það sem sé opinn markaður og frjálsiflutninga fjármagns og vinnuafls milli landa. Það kannski tvennt sem að hefur verið öðruvísi í okkur sem rétt að draga fram og annað það að við tókum ákvörðunum það að láta bankar að verða gjaldþrota. Það að segja við veltum því sem að bankarnir ekki gátu staðið við að borga yfir á kröfuhafana og þannig stundu verið að tala að það verið allt gert fyrir kröfuhafa og ekkert fyrir þá sem að skulda og þá kannski rétt að minna það í rannsóknarskýrslunni talan 7.500 milljarðar talan sem er talið að við höfum skilið eftir á kröfuhöfum sem að jafngildir 23 milljónum á hvert mannsbarn í landinu á fjölskylduna eins og stundum að tala hátt í 100 milljónir og í okkar dæmi var ekki hana að ræða. Ég meina ríkisvaldi gat ekki komið og tekið áttfalda þjóðarframleiðslu og ætlaði að ábyrgjast hana með einhver hætti. Það var útilokað mál. Þetta komst við upp með. Við höfum orðið að gera það líka þó við hefðum verið inn í evrunni eða hvernig sem það hefði verið. Við höfum aldrei getað staðið undir því að yfirtaka þetta sem landið eitt og sér. Og hitt svo að við erum ekki með evruna sem þýddi það að við gátum einfaldlega fellt íslensku krónuna og við getum sagt að vandinn þegar svona bóla eins og var undanfari hrunsins
að þá erum við að eyða í flestum löndum meiru heldur en að við erum að afla. Hjá okkur kemur það kannski skýrast fram með því að horfa á árin 2006 og 2007, þar sem við vorum með yfir 20% viðskipta halla. Þetta verið 25, 76 og 2007, skiptir ekki alveg máli nákvæmlega hver talan er. Við vorum að eyða peningum sem við vorum að taka láni. Og fyrir það setna þá hlaut það að verða að laga efnahagskerfi að því. Ef við hefðum verið inn í evrunni hefði orðið að gera það með því að lækka laun og lækka verðlag og svo framvegis sem hefði væntanlega orðið okkur mjög mikið erfitt, þannig að því leytinu til held ég að við höfum verið heppin að vera ekki inn í evrunni, en það er svo sem engin rök fyrir því að við eigum ekki að fara inn í hana, sem er aftur annað mál. Ef ég horfi á evrulöndin og velti fyrir mér hver framtíð þeirra er, þá held ég að það sé kannski einmitt við aðstæður eins og þessar þegar það er eitthvað kreppa, þú verður að gera eitthvað, þú verður að bregðast við því sem að menn fá skipulagsbreytingar í kerfin. Og ég var að lesa bók daginn það hvernig þetta byrjar í Bandaríkjunum þegar að þeir þurfa eftir frelsisstríðið að gera upp skuldirnar sem að einstök fylki voru búin að vefja sig inn í og Hamilton fær stuðning Jefferson sem var nú reyndar andstæður því almennt að alríkið væri með mikla burði til þess að samþykkja það að það sé farið í að taka sameiginlega á borði alríkisins á þessum skuldum. Og það er alveg sama umræðan sem núna er innan Evrópusambandsins. Það er hvernig getum við komið bakhjarlinum á bakvið evruna undir einhvern sameiginlegan grunn. Vegna þess að það að vera með sameiginlega mynt, það kallar á það með aðlagi efnahagskerfin öll að myntinni eða myntin sé aðlöguð að þeim öllum, hvernig sem við höfum orðað það. Og það hefur ekki verið. Þess vegna tala menn bæði bankaeftirlit sem sé sameiginlegt fyrir alla, menn tala tryggingarsjóð bankana sem að gangi yfir alla línuna og menn tala að ríkisfjármálin verði líka vera þannig að með dreifi áhættuna einhverju leyti, kannski getur maður hugsað sér eins og almannatryggingar, sérstaklega atvinnuleysistryggingar, þannig að þjóðir sem lenda í vandræðum að þær fá svona sameiginlegan stuðning vegna þeirra aðgerða. Ég held að svona breytingar, mér finnst satt að segja að það séu mjög líklega núna. Ég ætla ekki að halda því fram að það sé þannig og ég get sagt það líka fyrir mig, ég hef verið svona frekar hikandi varandi evruna, mér hefur ekki fundist beint vera spennandi fyrirbæri en hún er allavega komin í rökrétt samhengi ef það eru komnar efnahagslegar forsendur fyrir því að vera saman hana sem eru í rauninni ekki í dag. Og það finnst mér gæti komið út úr þessu sem núna er að gerjast í Evrópu. Já, þetta er auðvitað mjög interessant þróun sem þú ert að tala og það sem þú sagðir áðan þróun varandi Bandaríkin, það er náttúrulega sá munur á. Þeir eru með viðskiptahalla og margskonar vandamál og að munurinn er kannski sá að þeir geta prenta sína eigin peninga og allir í heiminum taka þá góð og gilda sem greiðslu fyrir vörur og það eru ekki margir í þeirri stöðu. En varðandi evruna, ég ætla nú að koma betur að því hérna eftir auglýsingarhléið og stöðuna þarna þá er náttúrulega það sem að manni hefur sýnst vera vandamálið, ákvæmlega þetta að forsendurnar fyrir því að öll þessi lönd skyldu taka sér saman í þessu evrusamstarfi voru ekkert fyrir hendi hvað mörg þeirra varðaði. Þau voru bara ekki tilbúin. Og nú er verið að reyna að þröngva öllum inn í þetta, eiginlega hvað sem það kostar. Nema þá að einhver hrökklist út með ærnu tilkostnaði og þá væntanlega Grikkirnir fyrst og kannski fleira á eftir sem að við náttúrulega vitum ekkert En ég held að við tökum hér auglýsingarhlé og höldum svo áfram þessari umræðu að því loknu. Þrír strengir, upphafið og allt gerist nákvæmlega núna. Epli. Úrel gegn þvagfærar sýkingu aðeins 1 hylki á dag, 1990 krónu pakkinn, engin sendingakostnaður, kemst inn bréfalúgu, fæst aðeins í vefverslun Saga Medica á sagamedica.is. Viðskiptavinir í Stofni fá 25% afslátt hjá Max 1 af gæðadekkjum frá Nokian. Sjóvá. Árshátíðir, afmæli, veislur, þorrablót og jólahlaðborð gerðu góða veislu enn betri í einu glæsilegast og best útbúna veitingahúsi landsins,
lifandi tónlist og dansleikir helgar, Spott, Bæjarlind, Kópavogi. Íslandsbanki kynnir vaxtaþrep 30 daga. Nýja sparnaðarleið með allt á 4,7% af vöxtum. Vaxtaþrep 30 dagar hentar þeim sem vilja óverðtryggðan innlánsreikning með öruggri og hárri ávöxtun. Stofnaðu vaxtaþrep 30 daga í netbankanum eða næsta útibúi. Nánari upplýsingar eru á islandsbanki.is. Við bjóðum góða þjónustu. Íslandsbanki. Já, við erum konið hérna aftur til að halda áfram okkar spjalli hér ástandið á fjármálamörkuðunum í Evrópu og gjaldmiðilsmál og hvaðina sem okkur kann að detta í hug í framhald af því. Ef við snúum okkur aðeins bara að þessum gjaldmiðilsmálum, það var nú að koma út í vikunni gríðarlega þykk og mikil skýrsla frá Seðlabankanum valkosti Íslendinga í þessum efnum. Og viti menn, það komu nú bara engir nýjir valkostir þarna fram. Þetta út af fyrir sig allt saman þekkt mál. Það má kannski segja sem svo að patentlausnir hafi verið slegnar út af borðinu. Það að ætla að taka upp einhvern fjarlægan gjaldmiðil eða einhvern gjaldmiðil sem við erum ekkert í neinum, notum ekki í viðskiptum við önnur lönd. Sko það má segja að það sé ekki því öllu sem hann hafnað og það held ég réttilega. En eftir stendur það að annarkvort að fara þá þrautagöngu sem fylgir því að ætla sér að reyna að taka upp evruna með öllum hennar kostum og göllum og aðalega göllum eftir því sem ég sé núna í þessari stöðu sem nú blasir við. Eða þá að reyna að betrumbæta það kerfi sem við höfum í kringum krónuna okkar. En út af þessum evrumálum, ég langar að spyrja þig Þráinn, sko, það menn hafa haldið því fram að það verið svo mikilvægt að koma okkur inn í það kerfi til þess að við þyrftum ekki sjálfur að taka hér ákvarðanir, okkar stjórnmálamenn eða Seðlabanki. Hvað segir þetta? Aðeins að gera stutt athugasemd við að vera sammála Ásmundi að megi læra af sögu Bandaríkjanna að það gekk ekki mjög auðveldlega hjá þeim að koma á Bandaríkjunum og leysa fjármál hinna einstöku ríkja og koma á samlegri mynt og skammtheimtu. Það tók langan tíma og voru alls konar katastrófur og gekk á ýmsu. Endaði með stríði? Já. Borgarastríði? Já, en við ykti þinni spurningu þá heyrði ég oft rök sem mér þótti svona með skosti athyglisverð þess efnis að stjórnmálífi hér væri óstöðugt og lítil reynsla og allt þar fram eftir göttunum og þess vegna ættum við að binda okkur við mastrið svona eins og Ódysseifur forðum sko. Kristján IV? Já. og gera það með því að lúta reglugerðum og stjórn frá Brussel og aganum sem evran myndi flytja okkur sko. Og saga Grikklands, hún eiginlega svar við því að reynsla Grikklands að þetta ekki rétt, að embættismennirnir þeir komu ekki á aga í Grikklandi. Grikkir þeir hækkuðu laun opinberra starfsmanna 100% á 10 árum sem var algjörlega úr takt við það sem var að gerast í stóru ríkjunum í Norðvestur-Evrópu. Og þegar þeir sitja uppi með þessa niðurstöðu og komna með mikinn hall og annað slíkt, þá ekki neitt annað að ræða heldur en að fara að nota svona handafl til þess að lækka laun hér og þar í kerfinu eða bíða eftir kreppu sem gerir fólk svo örvæntingafullt að það býðst þess að lækka laun sín og það afskaplega vandmeðfarinn ferill vegna þess að ég var að byrja því að lækka laun hans Ásmundar eða ég var að byrja að lækka launin mín, hvar á að byrja? Eða opinberir starfsmenn eða verkamenn og svo framvegis. Þetta alveg
þetta næstum því óleysanlega vandi og þetta var vandi sem Keynes talaði á sinn tíma að það væri ekki hægt að leysa, til dæmis að leysa kreppuvanda með því að bíða eftir því að verðlag og laun lækki þangað til jafnvægi komið á aftur. Og þannig að þessi hugmynd, hún gengur ekki upp. Og þess vegna ég núna, ég var svona tiltölulega hlutlaus gagnvart evruna á þessum tíma. Mér náttúrulega þægilegt að nota þegar að ferðast og svoleiðis, það hrein eigingildi. En það eru svo miklu sveiflur í íslensku atvinnulífi eins og til dæmis sveiflur í sjávarútvegi sem verða ekki eingöngu vegna gengisbreytinga heldur vegna breytilegs afla í sjónum og verðlags á heimsmarkaðum og þetta sveiflast hvort ekki mjög mikið. Og þegar þetta svona sveiflur verða þá myndast launaskrið í landinu, jafnvel þá að samningar séu bundnir í víða. Og þá myndast svona þrýstingur á verðlag og annað slíkt og þá myndum við hugsanlega geta lent í sömu stöðu og Grikkjunum. Við tækjum upp mjög vandað svona eftirlitskerfi til þess að halda utan og þetta. Ásmundur getur sannlega tala meira þetta heldur en ég og meira viti. Ég get eflaust tala meira það en ekki meira viti, ég náði ekki neina það. En ég held í sjálfur sér að grundvallaratriðið sé það að þegar menn eru saman mynt þá verða menn líka að vera saman efnahagskerfi og það hefur skort á eins og þú ert að nefna með evruna að það væri þannig og ég held að það sé mjög mikilvæg athugasemd að við losnum ekkert undan því að hafa stjórn á okkur sjálfir með því að fara inn í eitthvað evrukerfi eða hvernig sem það við búum bara vel ef að við vinnum vel og það engin leið framhjá því að við verðum að gera það sjálfir en í sambandi við evruna þá held ég að akkurat eins og í Bandaríkjunum þegar eru svona umbrotið þurfum á einhverju samstæðu að halda að þá fara menn að leita leiðum til að gera það samstætt og ég held að menn sé að því í dag hvort það tekst, það veit ég ekki að mér mjög líklegt að það þurfa að gera það. Ég meina Þýskaland þeirri í stöðu í dag að þurfa að borga og Frakkland með þeim að þessi tvær þjóðir aðra þær sem þurfa að borga og þær verða að borga hvort sem að horfum á Grikkland, þeir verða að borga hvort sem Grikkland heldur áfram að vera í evrunni eða utan evrunar. Þó ekki væri nema vegna þess að skuldir Grikkja eru að miklum hluta hjá Frökkum og Þjóðverjum og það kemur þá bara niður að þar ef að verða samfellt stór gjaldþrot. Þannig að þeir eiga mikið undir því að það sé komið einhverju regla á því hvernig á þessu tekið og núna eru margir sem segja að þetta er bölvaður skeppnuskapur hjá Þjóðverjum að vera að setja skilyrði gagnvart Grikkjum, ekki leyfa þeim að gera það sem þeir vilja. En það náttúrulega óraunhæft að reikna með því að nokkur þjóð sé tilbúin til þess að láta frá sér peninga án þess að hafa fullvissu að þeir skili árangri. Og það það sem að menn þurfa að byggja kerfi utanum. Þess vegna held ég að við stöndum núna svona á þröskuldi með það hvort að evran leiðir til þess að menn bregðist við þessum vandræðum með því að þétta samstarfið. Ef þeir gera það, þá finnst mér við hafa stigið skref í rétta átt. Ef þeir gera það ekki, þá getur evran, ég hef enga trú að detta upp fyrir, en hún verður vandræðabarn áfram ef að menn þétta ekki samstarf. Já, hún dettur náttúrulega ekki upp fyrir, en það geti einhverju dottið útbyrðis. Það geti einhverju dottið útbyrðis, en það leysir ekki þeirra vandamál endilega. Það er ekkit, Þjóðverjar og Frakkar eru ekkit lausir undan kostnaðinum við það að Grikkir fara á hausinn þó að þeir hendi evrun. En það er líka gríðarlega kostnaðarsamt og erfitt og flókið í lýðræðisríki að alltaf þrýsta málum þannig og koma þeim þannig fyrir að ákvörðunarvald til dæmis í ríkisfjármálum skatta og útgjöld flytjist frá höfuðborgum landanna yfir til þessar aðalega sem öllu stjórna í Brussel. Maður sér það nú ekki almennilega að gerast og þetta getur haft heilmiklar pólitískar afleiðingar í þessum löndum eins og til dæmis á Spáni þar sem menn eru nú í fullu fangi með að halda landinu bara saman með þær kröfur sem eru uppi sumstaðar aðskilnað og jafnvel sjálfstæði ríki. Ég er alveg sammálaður það. Það er ekkit einfalt í þessu en ég held bara að menn verði að reyna að finna einmitt þess vegna einhverja sameiginlega reglur það hvernig tekið á þessu innan kerfis en ekki með einhverjum tímabundnum uppákomulausnum eins og við erum með á meðan það er ekkit sameiginlegu grunnur fyrir eina en einu.
þá verður þetta að vera eitthvað sem að menn koma saman og ræða og segja ok, gerum þetta og svo fara þeir heim og síðan kemur upp næsta mál og það taka þeir eins á því. Ég held að það sé erfið framtíð fyrir Evrópusambandið, það sé mun auðveldari framtíð ef að þeir komu upp einhverjum sameiginlegum fjármálum þar sem þeir geta tekið á því þá sameiginlega, en það eru þetta tvíbent hvað snerti lýðræðið líka fyrir aðilana sem að þurfa að borga, ekki bara fyrir þá sem að taka við, þetta er líka fyrir þá sem þurfa að borga. Það er ekkert allir í Þýskalandi á því að það koma upp sameiginlegu kerfi, síður en svo. Þannig að þeir vilja fá að ráða því hvað Þýskaland gerir á hverjum tíma. Þannig að þetta er ekkert auðvelt, en þetta er kannski að sumu leyti nauðsynlegt ef að menn ætla að stíga skref áfram með þessu og ég held að það væri mjög til góðs ef það yrði gert. Það ýmis vandamál hjá Evrópusambandinu fyrir það er þessi ríki sem með ólíka menning og sög og svo framvegis og tungumál, ekki síst, eins og til dæmis Frakkar, það er erfitt að sjá þá sem deild í stóru ríki. Svo er ótrúlegur lýðræðishalli hjá Evrópusambandinu sem ég eiginlega skil ekki hvers hann látið viðgangast. Jürgen Habermas, þýskur sósíólóg og mjög frægur maður, hann gaf út einhver yfirlýsingu fyrra þetta væri óþolandi þó hann sé mjög mikil stuðningsmaður samtakana. Að það eru embættismenn sem taka ákvarðanir, það er mikið upphlaup núna í Bretlandi og í Þýskalandi og ég held jafnvel í Frakklandi út af því að það kom tillaga fram hjá Evrópusambandinu það að konur ættu að eiga 40% í stjórnum fyrirtækja sem ágæt hugmynd. En þessi hugmynd kom bara frá einum kommissar í Brussel og það er bara einhver kommissar sem kemur með svona hugmynd og lætur svo ríkisstjórnar snúist í marga hringi í hinum ýmsum löndum. Ég ætla aðeins að nefna eitt dæmi hér þennan ólíka kultúr sem ríkir í þessum löndum og það ég alveg sammála Ásmundur, þetta eiginlega illframkvæmanlegt núna í bili með skosti. Það var að vinna þessu, þetta mjög mikilvægt, þetta gæti tekið 10-20 ár. Ég var að lesa Grikkja sem hafði reikið lítið fyrirtæki og fór á hausinn í Aþenu og fór svo upp í sveit og ætlaði að byrja upp á nýtt og ætlaði að framleiða til útflutnings snigla. Og hann var búinn að vinna við það í 18 mánuði að fá leyfi fyrir þessari starfsemi og þurfti að labba úr einni stjórnarskrifstofu í aðra og múta mannum til þess að fá starfsleyfi fyrir þessari starfsemi og hann sagði ég hélt það eins og ástæðandi núna að þegar ég og minn fjölskylda ætlum að leggja okkur alla fram við það að koma þetta með smá sprota fyrir Grikkland að þá er ekki gert neitt annað heldur en að leggja stein í gött okkar. Og jafnvel eftir allt þetta sjokk sem þeir hafa fengið í Grikki að þá er ekki hægt að stofna fyrirtæki í landinu með góðu móti og þeir orðna svo daufir í dálkinn núna Grikkir að þeir segja þeim alveg sama hvort þeir verða áfram í evrunni eða hvort þeir taka upp droppuna og svo framvegis. Þeir eru bara búin að missa móðinn. Og það var einmitt amerískur hagfræðingur sem hafa stúderað þetta mjög mikið og hann hafði sagt lengi vel, eða bara svona í síðastliðin 30-40 ár, að myndi enginn fara út úr svona peningasamstarfi. Svo skipti hann skoðun fyrir 2 árum og sagði að jú, þegar ástand orðið svo slæmt að það orðið jafn slæmt innanlands eins og það yrði ef þeir myndu ganga úr samstarfinu að þá þjóðin til í það. En þeir sem eru fyrir utan, það segja Evrópusambandið, að þeir eru ekki til í það. Vegna þess að afleiðingarnar fyrir kerfi þeirra ófyrirsjáanlegt. Að Grikkland gangir evrunni. Þeir veit hvort það verður keðjuverkun á Ítalíu og Spáni og Portúgal og svo framvegis. Þannig að þeir þora ekki að sleppa þeim. Það verður náttúrulega keðjuverkun ef það gerist sem að verður dýr fyrir alla aðila en það getur komið að því. En ég hef ekki trú á því og ég held að menn muni þrýsta sér saman það hvort það svo okkar hagur að fara inn í kerfið. Það verður að meira meta svolítið út frá því sjónarmið sem varst að nefna áðan, hvernig þetta fellur á okkar hagkerfi, hvar erum við staddir með okkar sveiflur inn í þeim stöðuleika sem við erum þá búin að binda okkur við. Þá verðum við að taka sem sveiflur vegna verðlagsbreytinga á sjávarafurðum sem sveiflur á launum upp og niður og það getur verið mjög erfitt, ég er alveg sammála Þráni með það. En allavega það er þá heildstæðari grunnur undir evrunni ef það tekst að gera eitthvað samfellt kerfi í þessu og orðið meira ástæða finnst mér til þess að skoða alvarlega að við stefnum að vera með í því. En það er ekki mál sem við þurfum að svara í dag eða morgun eða hinn daginn.
Mér fannst aðtilsverð þessi saga mannin sem var að sníklast þannig í gríska stjórnkerfinu því hann ætlaði að fara að rækta sníkla. Já. Að það minnir nú á kemur ýmislegt annað upp í hugan í tengslum við það en sko þú varst að tala hérna áðan Ásmundur okkar stöðu þarna haustið 2008 það auðvitað var það þannig að við vorum á þeim tíma meira og minna en svo íslenska ríkið var meira og minna skuldlaust og það skipti auðvitað heilmiklu máli í framhaldinu en þannig var það ekki til dæmis með Grikkland og ýmis önnur lönd sem eru náttúrulega alveg skuldum vafinu fyrir haus hvert sem lítið ekki bara sko bankarnir þeirra þannig að þetta að því litið til náttúrulega flóknara en sko þú myndist líka á það þráin áðan að semst við tilkomu Evrópska efnahagsvæðisins að þá tókum við upp hérna bara í heildsölu allt þetta evrópska kerfi og fluttum það inn allt sem varðaði fjármálamarkaðina og margt fleira umhverfismál og dýraverndarmál og hvað eina sem var en það sem að hérna náttúrulega menn héldu og ég hélt það og þið hefur spáðir að með því að taka hérna upp evrópska kerfið, regluverkið í kringum fjármálamarkaðina, þá varum við að taka upp það kerfi sem væri besta systemi sem til væri og einhvern datt í huga að það væri svona götugt og gallað eins og við síðan upplifðum og eitt af því náttúrulega tryggingarkerfi, tryggingarsjóðirnir sem náttúrulega verið að deilum í okkar máli þarna úti fyrir EFTA-dómstólnum sem verður náttúrulega ákveðið prófmál gagnvart í kerfi. Þannig að við að einhverju leyti sko lifðum í þeirri glýju að vegna þess að við vorum komin inn í þetta sama evrópska kerfi þá væri hér óhjákvæmilega bara allt í góðu lagi okkar fjármálaeftirlit myndi fylgja þessum reglum og ég tel að þeir hafa nú reynt að gera það eftir bestu getu. En þannig var þetta en hættan sem að menn sáu síðan ekki fyrir var svo að hér streymdi út og inn sko stórkostlegar fjárhæðir sem að við höfðum þá ekki neina stjórna. Sko framboðið á penningum alþjóðlega það jókst svona 100% þarna nokkrum árum. Og menn hafa sagt það að allt eftirlitskerfið bæði í Evrópu og Bandaríkjunum að það réð ekki við þau umsvif. Það tvöfaldaðist og margfaldaðist allt í þessum löndum. Og það sem ég hef lesið til dæmis það sem hefur skrifað fjármálaeftirlit í Bretland og Bandaríkjunum og svo framvegis. Við hafum fjármálaeftirlit á Íslandi sætti gagnrýni eftir hrun og en það ekki talað betur fjármálaeftirlitið í löndunum í kringum okkur og það til dæmis var að tala þegar í Bretlandi núna leggja það niður sko, og láta Seðlabankann taka við málinu. Seðlabankastjórinn í Bretlandi, hann hætti núna fyrir aldurssakir en hann var mjög vinsæll framan af, hagfræðingur, hann hverfur úr starfi með skott á milli fótanum, sem maður segir. Þú ert að tala um Mervyn King? Mervyn King, já. Og hefur skrifað svona bók sem hefur selst vel, sem svona nýðumann og það var komið á daginn að ríkisstjórnin, ég man hvort það var Darling, hann hafði mikinn hug á því að reka hann og svo hafði Brown mikinn áhuga á því að reka Darling. Það var, segir í bók sem hann skrifaði. Hann hefði nú kannski betur gert það. Hann hringdi allar nóttina og þau hjónin, Darling og frú, lágu í rúminu og svaraði ekki símann. Þannig að í næsta húsi? Það var í næsta húsi. Það var ýmislegt og fjármálaráðherra Bandaríkjanna kastaði upp í ruslakorfuna. Akkurat svipað leit og Ísland, fjármálakerfið hér, fór á leiðina. Já, það var Hank Paulson. Já. Þannig að það er gengið á ýmsu og þessi kerfið hefur réð ekki við þennan mikla uppgang, það er alveg hreina línu með það. Hvorki hérna í annars staðar. Hvorki hérna í annars staðar. Og það er kannski það sem að mér finnst vera aðalatriði í málinu, að horfa á það að hér kom bóla, ekki bara á Íslandi, heldur allt, og svo bóla átti sér ekki efnislega undirstöðu, þannig að hún hlaut að springa. Ekki bara við, heldur löndin annars staðar í kringum okkur og vera að eyða meiri peningum heldur en þeir voru að framleiða fyrir og það hlaut að verða að mæta því með einhverjum hætti og svo bóla sprakk og það eru fleiri en við í vandræðum
Og það kannski athyglisvert sko að aðgerðirnar sem að menn grípa til eru mjög sambærilegar. Ég meina það sama vandamál í Grikklandi, á Spáni og á Íslandi með að hvernig verður að bregðast við kreppunni. Það verður að skera niður, það verður að hækka skatta, þetta bara verkefni sem allir standa frammi fyrir. Og þeir sem í stjórn þeir gera það og þeir sem í stjórnarandstöðu þeir skammast yfir það skulu vera gert. Þetta eins allstaðar og verður kannski allstaðar alltaf það sama vegna þess að svona við sem erum komnir á minnaldur og búin að horfa á pólitíkina lengi, þeir fara nú svona smám saman að horfa á hana bara þeim augum að hvað að segja, munurinn á pólitísku flokkunum ekki hvað þeir heita, heldur hvort þeir í stjórn eða stjórnarandstöðu. Ertu ekki komið hér aðeins út að hála nýs? Nei, ég langar aðeins kannski svona við notum síðustu mínúturnar í þessa nýju skýrslu sem komin út. Ég veit að þið hefur ekki haft tækifæri til að lesa hana og sjálfsagt verða nú mjög fáir til að lesa þessar 600 blaðsíður en það er hægt að fletta inn í og það er hægt að skoða einstaka kafla og þetta er að mörguleyti svona aðgengilegt efnið og ég sé ekki með hana hérna við hendina. En sko efni málsins, hvað eigum við að gera í þessum gjaldmiðilsmálum? Ég hef alveg ákveðna skoðun á því. Ég tel að það sé algjörlega óraunhæft í fyrirsjáanlegri framtíð að ætla sér að taka upp evruna og ganga þá þrautagöngu sem ég kalla inn í Evrópusambandið og bíða síðan í einhver árætti því að uppfylla öll skilyrði. Fyrir utan það að ég tel að það sé kannski ekki heppilegt fyrir okkur með að við hagsveiflurnar hér og þar að við séum að festa okkur inn í svo þröngri flík. En hvað segir þið þetta og hvað er þá sem sagt einu valkosturinn? Mjög stutt svarað að hérna ef við hugsaum svona 10-15 ára í einu og ég er nú fann að gera það meira núna en áður að þá verðum við að vera með íslensku krónuna þangað til við getum ekki skipta henni út fyrir en eftir 10-15 ár. Þannig að við þurfum þá að búa við hana í fyrirsjáanlegri framtíð og tryggja meira jafnvægi, það er staðreynd. Og nú hinn möguleikinn sem ég bara satt að segja þekki ekki nægilega vel og vil ekki tjá með endanlega það mál. Maður verður að fara varlega hluti sem maður er ekki sérfræður og það er það hvað sé hægt að taka upp einhliða einhverja mynd og það eru skipta skoðanir það og ég held að ég sitt á veggnum með það mál, það er flókið mál. En þú varst nú að kenna í Hong Kong, þú hefur verið við það, þar eru þið með svokallega myntráð sem festa sinn Hong Kong dollara gagvart Bandaríkjadollara. Er það einhver hugmynd? Það kemur til greina líka, en mér mennur að skýrslan sé á móti þessari hugmynd, en ég held að sé best af öllum erfiðum málum að þá eru gengismál erfiðust. Þau settu Keynes á hausinn þegar hann reyndi að spekulera. Persónulega. og ég vil til dæmis ekki alveg útiloka möguleikann að taka einhliða upp einhverja mynd en ég myndi heldur ekki mæla með því. Ég þarf að hugsa það mjög lengi á mynd sem við stundum viðskipti í. Já. En Ásmundur, ég er út af verið að segja ekkert ósammála því sem Þráinn segir hérna. Ég held að það sé svo langt í það að við náum þeim stöðuleika í okkar efnahagskerfi og að það náum stöðuleiki á evrópska efnahagskerfinu að það að hugsa sér að við verum komin með evru innan 10 ára, það held ég að sé ekki raunsætt, bara hvort maður vill eða vill ekki. Og ég held að það sé mjög mikið mál fyrir okkur að við verðum að reyna að ná stöðuleika og kannski stærsta vandamálið sem við höfum í augnablikinu, það er hvernig ætlum við að taka á gjaldeyrishöftunum, hvernig ætlum við að losa þá peninga sem bíða eftir því að fara úr landi, hvort sem það eru 400, 800 eða 1200 milljarðar sem bíða eftir í hvernig menn telja það. Þá eru það svo stóra fjárhæðir að við verðum fá eitthvað til að aðstoða okkur við að komast út úr því. Það getum við ósköp einfaldlega ekki nema á eitthvað óheyrilega langur tíma. Ef við ætlum að fara að safna í sarpinn til þess að eiga bakhjarl gagnvart útstreyminu, þá tekur það okkur eflaust áratugi. Þannig að við þurfum að leita eftir samstarfi við einhverja aðila það að koma okkur út úr höftunum. Það finnst mér vera stóra verkefnið. Hverjir það eru sem að við leitum aðstoða hjá, ætla ég ekki að vera með neina getgáturum, en það verður að gerast áður heldur en að praktískt að ræða það hvort við tökum upp evru eða ekki.
Við þurfum að ná stöðugleika í okkur, við þurfum að ná samskiptum við útlöndum á eðlilegar forsendur og það gerum við ekki, við erum búin að losa gjaldeyrishöftin. Stöðugleiki er náttúrulega lykilatriðið. Það er lykilatriðið. Og lausnarorðið, ef að menn kynnu ráð sem að myndu alltaf duga til þess að tryggja stöðugleikan. Þannig að hann er lausnarorðið og hann er jafnframt lokaorðið í þessum þætti. Við skulum segja þetta gott, ég þakka kærlega fyrir komuna, en þetta er náttúrulega umræðuefni sem aldrei klárast. Efni í marga þætti og margs konar spjall, formlegt og óformlegt á ýmsum vettvangi. Takk ykkur fyrir. Takk þér.